ég held að fólk sé bara svolítið búið að gleyma því bara strax hvað ritskoðunin var rosaleg á þessum tíma. En sko, ég allavega þar að ef að málstaður þinn þolir ekki umræðu, þá kannski komin tíminn til að finna sér eitthvað nýja málstað eða hvað, þú veist, ef að má ekki ræðan, það þá eitthvað sem þess verið að halda í eða hvað? Það nefnilega málið, sko, að nákvæmlega, ef málstæðurinn þolir ekki umræðu og það mjög dapurlegt ef að sannleikurinn þolir ekki umræðu eða fleiri hliðar og ef að sannleikurinn þaggaði niður og aðra hliðar en bara eitthvað eitt narratív, að þá lýðræði komin á svona mjög hálan ís og þá erum við sem þjóðfélag komin á mjög hálan ís. Og ég vil segja að það alveg klárlega markaður fyrir miðil eins og Fréttin í dag. Það náttúrulega, sko, það rosalega, sko, gífurleg lesning á Fréttinni og það svona sorglegt að svona öfgahópur skuli ná að halda miðlunu niðri svona þegar kemur að fjármagni með auglýsingar og svona, þegar að sko miðillin í rauninni vinsæll og að hafa mikla lesningu og búin að valda mikilli vakningu og ég finn fyrir miklu þakklæti líka út í samfélaginu og það svona góða í kringum þetta, það bara, veist, það þetta þakklæti og það þessi vakning, til þess fór ég í þetta, sko, að reyna að vekja fólk upp úr svona rótinu eins og kallast. Þannig ég vil segja já, það væri í rauninni, veist, rosalega sorglegt ef að sko, bara ég að loka Fréttinni vegna þess að það eru svona hagsmunum öflatn úti sem eru reyna að stöðva tjáningafrelsi með öllum ráðum en Fréttin sýnir þetta skemmtilega verkefni að það klárlega markaður fyrir miðil eins og Fréttina og fólki finnst áhugavert að fá að sjá fleiri hliðar, mörgum brugði líka til að byrja með, bara, þú veist, bara nei, þetta fer nú ekki alveg gegn því sem maður að lesa í öðrum miðlum og það jafnvel heldur bara þetta sé ykkur falsfrétt vegna þess að, þú veist, það orðið svo rosalega heilaþvegið af ykkur narratifi. En Fréttin, sko, við hefum nú, sko, lagt það algjörlega, sko, á okkur, að það eiginlega svona standardinn á Fréttinni, að við eiginlega linkum alltaf heimildir, það bara eiginlega 99%, þannig að fólk getur bara aflað sér upplýsingar sjálft, skilurðu, við erum svona bara aðalega þýðagreinar og vísindagreinar og svoleiðis og svo eru náttúrulega fullt að lausa pennum og svona íslenskum sem eru með skoðunar og hinum þessum málum. Og eins og segja að það finnst mér líka vera svolítið ábótavant á meginstraumsmiðlum, að það ekki vera líka í heimildir eða þetta svona, það finnst mér meira áræðuskent ef það bara sagt eitthvað til loftið og það ekki vísa inn henni heimildir. Ég myndi raskjaldi, ég ætla nú að fjalla betur það tiltekna máli í þætti á mér seinna en ég komst ekki hjá því að raskjalla einn á DFF sem að þá var hann að segja nýnasistinn Tommy Robinson hefði verið að ferðast Írland og það hefði eitthvað vakið á írsku vegabréf og það hefði vakið reiði. Þetta sami maður með sko það að nú sé búið að sigra nasistan Le Pen í Frakklandi og nú þurfa að stoppa Trump og þetta blaðamaður á DFF, þú veist. Algjör greinilega aktivisti sem bara í þarna kom búin að bregðast í hlutverk. Og maður sér það sko að þetta gott dæmi með Trump. Maður sér hversu samfélagið og mainstream-miðlar ennþá sýktir af þessu Trump-hatri þegar hann orðinn gífurlega vinsæll í Bandaríkjunum aftur og aldrei verið vinsælli og það bara tróðið út úr dyrum á rallyin hans og samkominnar og þú veist meðan að það bara verið að púa Kamalu Harris niður og þetta ekkert minnst á mainstream-miðlum og RÚV og svona. Passa sig líka. Þannig ég hvet bara fólk til þess að kynna sér bara málin sjálf, fara á erlenda miðla, skoða fleiri sources, skoða fleiri heimildir og ekki, þú veist, láta mata þig af einhverju einhlíða upplýsingum. Fréttin einmitt svona, var stofnuð til þess að svona víkka eins sjóndeildarhringinn og sem mjög mikilvægt í lýðræðislegu samfélagi. Og ég bara, svona eins og segja, að ég ætlaði mér aldrei að vera lengi í þessu starfi og samt ég búin að ná að vera í þessi 3 ár og núna fer bara minn tími að verða komin í þessu tilrauna verkefni, frumkvöðlaverkefni eins og ég kalla það, ég náttúrulega frumkvöðl fyrst og fremst
Þannig að ég ætlaði nú bara að tilkynna það bara svona hér og nú að fréttin til sölu fyrir rétta aðila vegna þess að mér fréttin á alls ekkert að snúast mig eða Margréti Friðriksdóttir. Fréttin á náttúrulega bara að vera standa fyrir lýðræðinu, tjáningafrelsinu, sína fleiri hliðar og bara eins og ég segi, standa með sannleikanum, vera aðhald líka fyrir aðra fjölmiðla, yfirvöld sem eru í þessu narratífi. Þannig já, það sýnir sig bara á lesningunni. Þannig að ég svona eins og ég segi, bara já, tilkynni það bara hér að hún er bara til sölu fyrir rétt aðila og ekkert, þannig að þetta er mikið tækifæri í miðlunum. Það er komið fjárfestir líka og að vísu er verið að sýna því áhuga. Þannig að við sjáum það bara svona hvernig þetta fer en ég er allavega svona að fara mestu út úr fréttinni og er að fara núna í annað verkefni sem er mjög spennandi og ég er bara mjög spennt fyrir og sem ég bara hlakka mikið til og sem eitthvað allt annað en fjölmiðlar. Já.